Algjörun höfðingja, það þjálfari KFR, Guðmundur Garðar Sigfússon, komdu sæll og blessaður höfðingi. Já, blessaður. Hvernig hefur það? Ég er bara góður. Já, búin að, komin í haustfyrðingur í því eða? Já, náttúrulega, hver viku síðan tímabilið klárast, þannig að þetta er svona, maður að róast bara, allir. Já. Þið enduð í 3. sæti í 3. deildinni í sumar og er það svona fram yfir ykkar vonum eða? Já, það má neila að segja það, svona uppalega var bara markmið að halda fyrir uppi og allt annað var bónus og svo endið við í 3. og það var alltaf bara fram úr öllu vonum og ótrúlega skemmtilegt að klára tímabilið bara á góðu rönni. Já. Hvernig fannst þér svona stemningin innan liðsins í sumar og Hvolsvelli sjálf? Hvernig er svolítið stemning fyrir knattspyrnu þarna? Já, það ég náttúrulega er búinn að fylgjast með KFR liðinni gegnum árin og farið á völlinn og svoleiðis og leiðin náttúrulega fyrir að ganga vel og þá fyrir að koma meira fólk og alls svoleiðis og í sumar var bara mjög vel mætt og góður stuðningur á heimavelli og umgjörð og allt svona var bara til fyrirmyndar á Hvolsvelli og ég segi ekki komið óvart en þetta var bara alveg ótrúlega skemmtilegt tímabil. Og en svona tímabili sjálft, hvernig fannst þér svona, kom eitthvað liðir meira óvart en önnur? Já, í 3. deildinni þá? Já. Já, það var náttúrulega Huginn í raun og veru. Þeir enda þarna með 45 stig ásamt Fjarðabyggð og þeim var spáð reyndar ofarlega í deildinni en kannski ekki að þeir myndi stinga af með Fjarðabyggð en þeir myndu góða sendinga af Spánverjum og útlendingur rétt fyrir tímabil og þeirra lið small vel saman Þannig að þeir voru mjög öflugir og svo náttúrulega bara ásamt Fjarðabyggð sem Fjarðabyggð og Huginn fara upp 45 stig og voru verið sérflokki í þessari deild Já. En annars var náttúrulega ekki þessi ný deild og maður var að renna til blindu sjóma með þetta en það sem var skemmtilegt við deildina er að ég er búinn að vera mikið að flakka hvað að segja í gömlu 3. deildinni og maður var þreyttur að spila þessi leiki alltaf að gera sig að þarna var öll lið að bjóða til dæmis að grasvöll sem er alveg útrúlega skemmtilegt í fótbolta á bara að vera spila á grasvöllumri Já. Hvernig fannst þér þetta fyrirkomulag ganga miklu betur eða það sé búið að bæta svona einni deild við? Já, í raun og veru, það hefur alltaf, senstu 5-6 ár verið að bætast í lið í íslensku fótbolta og það er miklu fyrir lið núna heldur en voru fyrir 5 árum í íslensku boltanum og þá heldur ég bara eðlilegt að við fjölgum deildir og ekki að hrúa inn í einhverja riðlana þar í 4. deildinni. Já. Og ég held að það er bara eðlilegt að koma inn á svona 10 til. Náttúrulega er svo sem kostnaðarsamt fyrir liðin að þurfa að fara í marga leiki en ég held að liðin er svo bara eftir að dreifast á fleiri deildir það er liðin sem eru langt frá hverju öðru. En svona, ef við förum aðeins yfir sumari, hvernig fannst ykkur svona, þið töpuðu náttúrulega fyrsta leik og fyrstu tveim? Við byrjum þannig, við byrjum að vinna fyrsta leik. Nei, tapa fyrsta leik, töpum út í Víði, 2-1 minnum mig og svo vinnum við næsta leik og svo töpum við og svo vinnum. Þannig að þetta er svona bara, við erum talveg jójólið til að byrja með. Við vinnum og töpum til skiptis og náttúrulega svo er það ekki bara fyrir undir lokin að við reynum náum að finally að spila okkur saman og vinnum 4 seinsta leikina og það er sterkt í svona sterti deild og þess vegna rífum okkur frá, við vorum bara í, allt sumar í 7. sæti en hann undir lokin þá vinnum við 4 í röð og hoppum upp í 3. sem er bara skemmtilegt þetta að klára í Það er svolítið skemmtilegt þegar maður horfir yfir leikmannahópinn og þá er þetta flest allir heimamenn. Já, úr Rangárvallasýslunni. Það er nefnilega það er aldrei grundvöllur til að búa til litið framtíðar nema að þú sért með ákveðið magna heimamönnum og það sem við sem KFR hafði í sumar eru bara mestmengd heima, þessi 80% og ég tjekka að KFR í dag var ég svona að skoða tölfræðina og mikið fyrir tölfræðarsliðs og af þeim 13 leikmenn sem náðu að spila 10 leiki til í sumar þá eru bara 11 heimamenn. Þannig að þú sér það er alveg útrúlega góður árangur og ég hafa ekki margir liðið 3. deildinni sem voru með liðið byggt af mönnum úr sýslunni Já. En það var nú ekki leiðilegur endir á sumrinu þar sem þið takkið þarna Kára 5-0 í síðasta leiknum? Já, það var útrúlega skemmtilegt og einhver sagði mér að þetta var jafnvel stærsti sigur KFR í deild og sjálf sem til að keypti það þetta var bara svona stigvært við vinnum hana 4. leikinn 2-1 hörkuleik á móti Leikni Fáskrúðsfirði og
þegar að 3 leikir eftir þá vinnum við 2-0 og svo vinnum við 3-0 og svo 5-0. Þannig að það hefur spilað lengur sko, að þetta bara aukist heldur sko. Já. Eru mikið svona efnivum sem þú getur farið að nota í meistaraflokki í framtíðinni þarna á Hvolsvelli, hefur eitthvað fylgst með því? Já. Það er alveg strákar, ungi strákar að koma inn og svo á nokkur strákar á 3. flokknum KFR byttu aðeins inn hjá okkur í vor og æfingar og þeir voru hörku góðir og þeir náttúrulega eru að spila með sameiginlegu KFR í BF í raun og veru. Já. Og reyndar að því þeir þurfa að vera skráður í BF og þá gæti ég ekki kalla á bekkin undir að segja til okkur þegar að svona hópur var aðeins svona þinnri sko, alltaf 18 bekkur. En ég held að lið sem spila mest mjög svona heimamönnum heilt tímabila er bara framtíðin björt. Já. Það er ekki eins og hjá, sumur liðum kannski á Suðurlandi, það sé ekki mikið á heimamönnum og svo gerast eftir tímabili hverjir er eftir í liðinu sko, segja menn sko. Það er svona, renna mér í blindi sjó með það sko. Nei. En hvernig svona, er eitthvað framtíðarstefna, er það eitthvað stefnu uppið að komast einhvern tímann í annarri deild eða er þetta bara svona fínt að vera þarna í 3. deildinni? Sko, maður fer náttúrulega aldrei inn á keppni nema alltaf að vinna sko. Það er nú bara eins og þannig og þegar ég tek við liðinu núna eftir þess tímabil og náttúrulega voru þeir að koma á annan deildinu og unnu 1 leik skilur sumarið 2012 og þá voru í annan deild og þessi sterkari deild og allt það en þá var ekkert kannski rosalega góð stemning og menn svona báðum áttu hvort það ætla að vera með eða ekki en svo náðu bara að þjappa saman góðum hópa á heimamönnum og fá alltaf sterka heimamenn tilbaka sko eins og Andriður Björnsson kemur frá BÍ Bolungarvík sem var bara allir snillíkur inn í klefuna svo leiðis og bara góður á vellinum og það sem að við reynum raun að vera með að tímabilinu bara vinna hvert leik og bara sjá til en í framtíðinni þá reynum maður náttúrulega að hvað segja, eins og það er ekki koma á reynst hverju þjálfara næstari, það þjálfara stjórnar og svo leysa. En ef maður tekur þetta að sér þá þýðir ekkert annað en heldur maður að reyna bara að stefna með liðið upp. Það hlýtur að vera markmið að menntari til því að gera betur næsta ári. En nú er, kollegiðinn sem, Guðjón Bjarni, hann vill meina að þú eigir að fara að koma heim í Árborg. Guðjón Bjarni, ég og Guðjón Bjarni erum miklu vinnir og hann skýtur þessu af mér alltaf hægri vittur og svo á minn, það er aldrei að vita, menn ég og nóg árum eftir að hvort maður tóttir það upp aftur, það getur vel verið, en spurning hvernig verður næsta ári, ég veit það ekki alveg, það verður bara komið ljós, en ég ætla að heyra í mönnunum í Rangárvallasýslunni fyrst og sjá hvað maður segja og svo kíkjum við bara á það. Þú ert með smá tengingu eða ekki við Rangárvallasýslunni, er ekki konaðið það? Jó, það er bara málið sko, það veit allir að fattiðastu konan er hærri í Rangárvallasýslunni og ég gerði það saman með pabbi minn að ég náði með konu frá Hvolsvelli og það er bara gefist vel sko og svo sem getur alveg mælt því fyrir aðra unga menn sem eru á lausu að það gefist vel að færa Rangárvallasýslunni, það er að vera myndalegar og skemmtilegar. Þannig að góðir fótboltaleikmenn og efnilegir þeir eru að koma og æfa hjá KFR? Já, það er alveg tímanist, það er alveg nógu sæti stelpu það. Já. Guðmundur Garðar, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur í Rangárvallasýslunni sem allra best og það er bara vonandi ef við fáum að fylgjast með þér áfram stjórna þessu liði. Algjörlega og takk bara fyrir góðan þátt. Takk sömuleiðis, blessaður. Takk bæ. Algjörun höfðingja, það er þjálfari KFR Guðmundur Garðar Sigfússon, komdu sæll.